Þetta er nýtt. Já, ég sem sagt ætla bara aðeins að tala öryggisflokkun á heilbrigðisgögnum og það er búið að taka svona meiri hlutin af punktunum mínu nú þegar í dag, þannig að þið verða aðeins að ef ég er að endurtaka mikið þá er það ekki planið. En ég ætla sérst að byrja því bara að tala heilbrigðisgögn og hvað þau eru, af því að flest okkar heyra orðið heilbrigðisgögn og hugsa sjúkraskráin. En heilbrigðisgögnin okkar eru svo miklu meira en bara sjúkraskráin okkar. Það er í rauninni bara öll gögn sem verða til okkur innan heilbrigðiskerfisins. Og við erum það er alls konar lög og reglugerðir sem að fylgja þessum mikilvægu gögnum. En í stuttu máli er það þannig að allt heilbrigðisstarfsfólk sem sér þjónustu við skjólstæðinga og sjúklinga er skyldugt, lagalega skyldugt til þess að halda sjúkraskrá og þar með skrifa í heilbrigðisgögn. Og það skiptir engu máli hvort það er hnykkjari, fótaaðgerðafræðingur, læknir, hjúkrunarfræðingur, bara lögin gilda alla. Og það er þeirra í rauninni að tryggja öryggi og heilindi þessa gagna. En þá langar mig aðeins að tala að því við töluðum að flokkun gagna væri mikilvæg. Og ef við tökum öryggisflokkun gagna hjá ríkinu, þá eru þau flokkuð í 4 flokka. Það eru opin gögn, varin gögn, sérvarin gögn og afmörkuð gögn. Og þá spyr ég ykkur, hvar haldið þið að heilbrigðisgögn flokkist? Horfandi á þetta. Og það er svona, flestir myndu kannski benda á svona allavega ágætlega vel varin. En ef við horfum á þetta afleiðingaskrá sem að ríkið bjó til fyrir þetta, þá kannski hjálpar það okkur aðeins að gefa okkur til kynna hvar heilbrigðisgögn eru flokkuð. Þetta er þá hversu mikið tjón verður fyrir einstaklinginn. Þannig erum við ekki að horfa á stofnanir eða neitt, bara fyrir einstaklingana sjálfa. Og þeir sem veðjuðu á varin gögn höfðu rangt rétt fyrir sér. Það sjá allir að ef það er eitthvað vitlaust í sjúkraskrána okkar að það sé bara óþægindi að takmarka tjón. Og ég kannski tek það fram að þetta er ekki afstaða hjá embætti landlæknis. Þessi flokkun var ákvörðuð 2020-2021 þegar embætti var upptekið í aðeins öðrum málum og hefur en það sem þetta segir okkur er aðalega hvernig við megum meðhöndla gögnin og ekki beint upplýsingarnar í þeim heldur bara meðhöndla gögnin sjálf. Eins og betur fer fyrir okkur eru alls konar önnur lög og reglugerðir sem gilda sjúkraskrá og önnur heilbrigðisgögn. En þá ætla ég að fara yfir í gagnaöryggi af því að það þarf ekki að sannfæra neitt það að heilbrigðisgögn séu viðkvæm gögn. Við vitum það öll og það er enginn sem vill opna heilbrigðisgögnin sín. Ég gerir mikið grínað upp í vinnu hvort að við ættum að búa til svona sjúkdómablaðið eins og tekjublaðið af því að þetta er flokkað eins. En það er svo rosalega mikið líka talað gullhúðun. Við höfum öll heyrt orðið gullhúðun, allavega þeir sem hafa bara fylgst með. En það virðist stundum vera að þegar það eru margar mismunandi reglugerðir og lög og margir aðilar sem koma að því að setja kröfurnar, þá er mögulega verið að gleyma að bara yfir höfuð húða suma hluti. Og það er svona ákveðin vandamál sem stjórnendur kannski og bara heilbrigðisstarfsfólk á við í dag er að tæknin er alltaf að fara fram. En bergmál svo í mér, þetta er alveg mjög. En já, tæknin er alltaf að fara fram og það setur alltaf ákveðin svona vandamál við það að við gerum fleiri opnanir inn í kerfin hjá okkur með því að það er rosa þægilegt að allt sé orðið rafrænt og við getum bjöllukerfið og símkerfið og lyfjakerfið og allt sé bara komið í eitt. En hver opnun veldur því í rauninni að við erum komið með aðrar dyr inn að og þetta er hluti sem að stjórnendur þurfa að horfa á og sérstaklega þegar það verið að taka ákvarðanir hvaða lausnir við ætlum að innleiða, hvernig við ætlum að innleiða þær og hvernig við ætlum að gæta þess að við í rauninni tryggjum öryggi gagna og öryggi bara þeirra upplýsinga sem við erum með. En hvað getum við gert?
og þetta svona kannski það sem við erum alltaf og þannig kemur punkturinn sem að ég endurtaka frá öðrum, en því að við getum alltaf verið með rosa flott plön, við ætlum að taka flottustu öryggiskerfin og við ætlum að byggja þvílíka veggi, en svo útidyrahurðin opin. Og við þurfum að horfa á alla starfsemin okkar, og það bara sannleikurinn sá að mannlegi þátturinn alltaf stærsta öryggisógnin. Ég held að séu afar fá, ég veit ekki með tölurnar á hreinu, en það eru afar fáar svona cyberattacks sem eru ekki mannlegi þátturinn, kom ekkert nálægt þeim. En hvað gerum við sem stjórnendur? Við getum þá í rauninni, það eina sem við getum gert að lágmarka þann skaða sem verður þegar að mannlegu mistökin komi upp, af því það mun gerast. Það alltaf bara, getum ekki áætlað að allt verði fullkomið, og við verðum þá að búa þannig að skaðinn sé sem allra minnstur þegar að hurðin skilin eftir opin. Og þá eru svona hlutir, og þannig kannski þegar við erum að skilgreina heilbrigðisgögn versus sjúkraskrána, að fólk áttar svo oft ekki á því að öll heilbrigðisgögn eiga að vera varin og við þurfum að meðhöndla þau í rauninni öll jöfn, og það þá vinnugögn, til dæmis starfsmanna sem fara ekki beint í sjúkraskrána. Það þarf að tryggja öryggi þeirra, það þarf að tryggja að upplýsingar innra starf og bara hvernig samskiptaháttar eru hafðir, hvernig við tryggjum að þær upplýsingar sé ekki opnar. Þetta svona að lágmarka bara hverjir vita hvar öryggismyndavélarnar eru. Við þurfum að passa upp á aðgengi, og það alltaf þetta stóra, passa hver hefur aðgang að gögnunum og af hverju, hversu lengi þurfa þær aðgengi. Það eins og, ég held að vera svo sem talað undan mér, talað að það allt og algengt að við bara deilum einhverju og þá það bara opið endalaust, að eilífu meina ég. Og þannig að það þarf að tryggja það þarf að tryggja aðgangsstýringin sé í lagi, og síðan, og kannski ekki síst mikilvægt í heilbrigðisgeiranum, þessi eyðing gagna. Það ekki oft að því að við megum ekki eyða neinu í sjúkraskrám, en það ansi mikið af vinnugögnum og annars gögn sem að verða til, sem að við þurfum samt að passa að sé eytt á réttan hátt. En það sem betur fyrir ekki bara öryggisflokkun ríkisins sem við höfum horft á, og ég tek það fram að ég bara að tala heilbrigðiskerfi, þess vegna minnist ég ekkert á DORA og GDPR reglugerðin tók náttúrulega svona kannski stærsta fyrsta skrefið í þessu, að setja ábyrgð á stofnanir og fyrirtæki að gæta að öryggi, bara persónuöryggi. NIS-reglugerðin, hún núna NIS 1, reglugerð sem að nær yfir mikilvæga innviði, en þó ekki, hún nær ekki yfir alla. En NIS 2 það sem að stefnt að innleiðingu senst þegar ég vissi 2025-2026, öðru hvoru megin við áramótin. Og það verður í rauninni í fyrsta sinn sem að við ætlum að setja ábyrgð á stjórnendur, bæði það að þeir átti sig á því að þeir muni falla undir þessa reglugerð. Af því það verður enginn sem kemur og segir, heyrðu, þú undir NIS 2. Og sömuleiðis munum við gera stjórnendur persónulega ábyrga, sem náttúrulega stór hlutur og kannski eitthvað sem að margir hafa talið þarft í langan tíma. Og þá verður bara ekki lengur hægt að grafa hausinn í sandinn, og við þurfum svolítið að fara að horfa þá framhjá því bara hvað stefnan hjá hvers að ríkið eða ráðuneytin, eða bara fylgja þessum kröfum sem eru sett á okkur, þó að þær í rauninni kannski fari lengra en það sem sett af okkar innri stefnu. Og þá kannski þetta mikilvæga, bara fóru svona rétt yfir, að setja þetta saman, hvað mikilvægt í heilbrigðiskerfinu, fyrir okkur, þegar við erum að skoða hvað gögn og hvernig við eigum að flokka þau og tryggja þau. Þá þetta bara, hvaða gögn erum við að vinna með? Erum við að vinna með hvort að það hafi 16 manns komið á heilsugæsluna á milli 4 og 5, eða erum við að tala að Jón Jónsson kom og fékk sýklalyf? Þetta náttúrulega gríðarlega mismunandi upplýsingar, en í rauninni flokkast þær eins að vissu leyti. Það mikilvægt að
bara stjórnendur séu með á hreinu hvaða lög og reglugerðir eiga við og hvenær við þurfum að fylgja harðari reglugerðinni, hvenær getum kannski leyft okkur bara við erum að fylgja lögum en förum ekki lengra. Það er mikilvægt að horfa á það hvernig við skráum gögnin okkar í dag og hvar þau eru vistuð og hvernig er aðgengið hannað af gögnunum. Og svo er alltaf þetta stóra, erum við að nota þau kerfi sem við notum, erum við að nota þau as its intended purpose, eins og þau segja, eða erum við að smíða framhjá og þar með kannski breyta hönnuninni, af því að það var kannski flestir ekki sjá það að það er mjög dýrt til lengri tíma að þurfa stöðugt að vera að vinna með einhverja heimasmíðaðar lausnir inn í kerfi sem þú kannski að breyta virkni á. Og svo er bara alltaf þetta sem ég held að allt og margir treysti á, er bara erum við að treysta á að við séum ónæm fyrir mannlegum mistökum. Og það er bara engin ónæmur. Og í rauninni, mikilvægast af öllu í hvort sem það sé fyrir heilbrigðiskerfið eða einhver önnur kerfi, að þetta er bara svona aðal takeaway, að öryggissjónarmiðin okkar ættu aldrei að víkja fyrir rekstrarhagræðingu eða þægindum. Svona bara, ansi mikilvægur punktur. En það var svona aðalatriði sem ég ætlaði að koma með. Mér fannst þetta bara góður punktur með hvernig mismunandi flokkun hefur takmarkaða þýðingu oft á tíðum. En ég er ekki með neitt meira í dag.